velkomin á haustfund. Það er svolítið síðan við vorum með síðast fund og halda upp á það sem að gerast í Tækniþróunarsjóði. Við erum með þétta dagskrá hér í dag. Til að byrja með, við ætlum að fá ráðherra. Hann kemst því miður ekki. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, er á Austurlandi, skilst mér. En í hans stað fáum við góðan fulltrúa á ráðuneytinu sem er Dr. Sigríður Valgeirsdóttir sem er skrifstofustjóri og staðgengill ráðuneytisstjóra í ráðuneyti Loga og hún ætlar að opna fyrir okkur haustfundinn. Gjörðu svo vel, Sigríður. Já, komið sæl, kæru frumkvöðlar og aðrir velunnarar nýsköpunar. Það er mér ánægja að fá að koma hingað og hitta ykkur og bera ykkur kveðju Loga Einarssonar ráðherra. Hann þurfti því miður með stuttum fyrirvara að bregða sér austur á land en skilar allra bestu kveðjum inn í salinn og til þeirra sem eru í streymi. En Tækniþróunarsjóður, það er náttúrulega alveg tilefni til að fagna og hittast í hvert sinn sem að við eigum hver sinn sem að úthlutun er úr þessum merkasjóði. Tækniþróunarsjóður er eitt stærsti samkeppnissjóðurinn okkar og eitt mikilvægasta verkfæri stjórnvalda þegar kemur að stuðningi við nýsköpun og við þekkjum öll margar sögur það hvernig þessi sjóður hefur skipt sköpum fyrir ýmsa sprota og frumkvöðla sem voru að stíga sín fyrstu skref á nýsköpunarbrautinni. Og sumir af þessum sprotum hafa síðan orðið okkar verðmætustu fyrirtæki í atvinnulífi og útflutningi. Og ég held að okkur þykju öllum svolítið vænt Tækniþróunarsjóð sem erum hingað saman komin. En einmitt vegna þess að okkur þykir vænt sjóðinn og öllu vitum allt það sem hann hefur áorkað, þá viljum við endilega halda áfram að þróa sjóðinn áfram og bætan og betrumbætan. Og í því ljósi verður gaman að heyra erindi Guðrúnar Ingu hér á eftir, stjórnarformanns sjóðsins. En hún hefur ásamt stjórn sjóðsins og starfsfólki Rannís verið að vinna tillögum það hvernig megi bæta sjóðinn, gera hann skilvirkari, hvernig hann megi þjóna betur sínum umsækjendum og almennt þróast í takti við tíðarandann í samfélaginu. Meir það síðar. En við viljum fyrir hönd ráðherra einmitt að nota tækifærið og þakka stjórn Tækniþróunarsjóðs, fráfarandi stjórn, fyrir mjög gott starf og óska nýrri stjórn til hamingju og alls velferðnar á næstu 2 árum og Guðrún Inga er einmitt áfram við stjórnvölinn. Og við viljum líka þakka starfsfólki Rannís fyrir frábæra vinnu við umsýslusjóðsins og allra þeirra sem hafa lesið yfir umsóknir af mikilli vandvirkni og fagmennsku. En Tækniþróunarsjóður, hann er einn af okkar stærstu sjóðum, en hann er alls ekki neitt eyland. Hann er einmitt bara einn hlekkurinn í þessu mikilvæga vistkerfi nýsköpunar sem að við tengjumst öll á einn og annan hátt. Tækniþróunarsjóður er sjóðurinn sem kemur til móts við frumkvöðla, sumir hverjir eru þá hafa áður verið við rannsóknir í háskólum eða í stofnunum og Tækniþróunarsjóður tekur við þessu fólki. Tækniþróunarsjóður er líka ofta tíðum stökkpallurinn fyrir frumkvöðla og sprota sem er á leiðina að leita meira fjármagni hjá fjárfestum. Og Tækniþróunarsjóður er líka mjög mikilvægur stökkpallur út í hinn stóra heim og hefur gífurlega mikilvægur hlutverki að gegna sem þessi sjóður sem að undirbýr okkur það að leita fjármagns eða markaðar úti í heimi, stundum í gegnum samstarfsáætlun ESB. Og í því ljósi verður einmitt áhugavert að heyra erindi frá Innovation Norge hér á eftir. Velkomin, Inga, Eva Langslett. Að því að við eins og normenn erum einmitt að undirbúa okkur það að aðlaga okkur að hinu nýja prógrami sem Evrópusambandið mun bjóða upp á frá árinu 2028 og mun kalla á svona endurskoðun á okkar hugsun
það hvernig við styrkjum okkar frumkvöðla og hvernig við tengjum okkur við það sem er að gerast í heimi. Hvað ætla ég nú að segja meira? Þegar við tölum Tækniþróunarsjóðinn, þá hann einmitt stór sjóður en hann alls ekki einn og eins og ég vorum að segja áðan, það sem er í þessu nýsköpunar umhverfi okkar, það þurfa svo margir ólíkir aðilar að tala saman og það líka verður gott dæmi það sem er að virka vel í nýsköpunar umhverfinu einmitt verkefni eins og Dafna-verkefni þar sem KLAG og Tækniþróunarsjóður þið vinnið saman að því að leiðbeina frumkvöðlum og það einmitt svona verkefni sem við þurfum að gera meira af, að vinna þvert á stofnanir, vinna þvert á aðila. Það má líka nefna að nýsköpunarsjóðurinn Kría sem tók til starfa undir nýju nafni í upphafi árs hefur einmitt verið að færa sig framar í stuðningsumhverfi við sprota og frumkvöðla og þetta samtal á milli Kríu og Tækniþróunarsjóðs dæmi mikilvægt samtal sem þarf að eiga sér stað svo við séum að hjálpa stað og séum að fara í öllu sem átt. Á sama tíma og auðvitað Kría og Tækniþróunarsjóður þurfa að vera sikkur aðilinn. Og mér langar að nefna enn eitt dæmi það sem að gera svona í því sem við erum að reyna að laga og betrumbæta okkar stuðningskerfi að í ráðuneyti menningar, nýsköpunar og háskóla við núna með tilbúið frumvarp sem tilbúið til framlagningar á Alþingi og það snýr að því að einfalda regluverkið og lögin í kringum okkar helstu samkeppnissjóði á sviði vísinda og nýsköpunar. Við erum að tala 4 svona megin sjóði sem við viljum hafa með skýrt hlutverk. Í fyrsta lagi rannsóknarsjóð, í öðru lagi það sem við munum kalla nýsköpunarsjóð, í þriðja lagi innviðasjóð og í fjórða lagi áherslusjóð. Og fyrstu 2 sjóðirnir, rannsóknarsjóður og Tækniþróunarsjóður, sem mun heita nýsköpunarsjóður ef allt gengur eftir, þeir eru það sem við kallum bottom-up eða hlutlausi sjóðir, á meðan að innviðasjóður og áherslusjóður verða 2 sjóðir sem að fylgja áherslum stjórnvalda. Við erum annað atriði sem við erum að vinna að hér í ríkisstjórn og nú ég að hugsa þetta út frá hvað ráðherra hefði sagt, geri orð hans að mínum, að í ríkisstjórninni sem hún tók við þegar hún setti sér það markmið að móta atvinnustefnu og vinnan við atvinnustefnu mitt komin að flegi ferð. Drög að atvinnustefnu voru sett í samráð fyrir nokkrum vikum og þar komu gífurlegur fjöldi umsagna sem voru mjög verðmætar og góðar og nú verið að vinna úr þeim umsögnum og móta fyrstu drög að aðgerðum. Atvinnustefna snýr að því og hefur það markmið að efla atvinnulíf og efla verðmætasköpun þannig að okkar útflutningur og okkar atvinnulíf sé byggt á hugviti og þekkingu. Atvinnustefnan gengur líka undir nafninu Vaxtarplan til 2035. Það ekki verið að reyna að taka á öllum atvinnugreinum þjóðfélagsins og öllum greinum þjóðfélagsins heldur fókusera á þær greinar sem munu skila sér í verðmætari störfum og aukinni framleiðni og auknum útflutningsverðmætum sem byggjast á þekkingu og hugviti. Og það alveg ljóst að ef við ætlum að ná svona markmiðum að þá verðum við að byggja á grunninum og treysta grunninn og sá grunnur þarf að byggja á góðu menntakerfi á öllum skólastigum. Sá grunnur þarf líka að byggja á miklu vísindastarfi. Við þurfum gott vísindafólk allt land og ekki síst þarf slíku grunnur að byggja á öflugri nýsköpun. Og það í því ljósi gaman að geta sagt frá því að í síðustu viku þá samþykkti Alþingi tillögur fjárlaganefndar
aukningu í okkar 2 helstu samkeppnissjóði, annars vegar rannsóknarsjóð, þar sem framlög hækka 17% og hins vegar tækniþróunarsjóð, þar sem framlög hækka rúmlega 10%. Og með þessari hækkun þá vilja stjórnvöld sýna að þau meina það í verki að þessi áform að byggja upp þekkingarsamfélag, þau þurfa að byggja á traustuðum rannsóknum og nýsköpun. Og við erum að gera ráð fyrir að þetta mun koma fram í fjárlögum næsta árs, 26, en við göngum líka út frá því að þetta verði inn í fjármálaáætlun næstu ára. Þannig að við vonum að þessi hækkun, þetta snýst náttúrulega ekki bara fjármagn, heldur líka hvatninguna sem slíka, og við vonum að þessi hækkun í tækniþróunarsjóð, því við erum að tala tækniþróunarsjóð á þessum vettvangi, að þið horfið á þetta sem hvatningu til að halda áfram ykkar mikilvæga starfi og haldi áfram að taka áhættu í ykkar nýsköpun og komið fram með nýja lausnir og nýja þekkingu sem að mun fleyta okkur áfram til betri tíma. Og með því vil ég óska ykkur til hamingju með daginn, kæru frumkvöðlar, og þakka fyrir okkur. Takk kærlega fyrir það, Sigríður. Ég viss að allir hér inni gleðjast yfir þeim fréttum að fjárlaganefnd hafi samþykkt að auka fjárveitingar til tækniþróunarsjóðs. Það urðu eins og margir ykkar vita miklar aukningar í 2019 og svo aftur 2020, þannig að sjóðurinn mun með þessari hækkun halda áfram að vera mjög öflugur. Sigríður minntist líka á frumvarpið sem komið fram sem breytir tækniþróunarsjóði í nýsköpunarsjóður, en þetta hefur tækniþróunarsjóður verið að styrkja fyrst og fremst nýsköpun á fjölmörgum sviðum, ekki bara á tæknisviðum, en það ekki bara stjórnvöld sem að huga að breytingum, heldur stjórn sjóðsins búin að vera í talsvert mikilli vinnu og formaður stjórnarinnar, Guðrún Inga Ingólfsdóttir, ætlar að koma hér og kynna þær hugmyndir sem að stjórnin hefur breytingar. Gjörðu svo vel, Guðrún. Góðan daginn og velkomin á haustfund Tækniþróunarsjóðs. Nú ætla ég að finna tæknina. Ég tók við stjórnarforma Tækniþróunarsjóðs fyrir réttum 2 ára síðan, undir þeim formerkjum að farið yrði í stefnumótun fyrir sjóðinn. Og það var ekki vegna þess að það væri eitthvað að sjóðnum, heldur var hugsunin sú að það hægt að gera góðan sjóð betri. Og ég var svo heppin að svo stjórn sem tók þá við vorum öll samhuga það að fara í þessa stefnumótun og starfsfólk sjóðsins, og vil ég nú þá bara byrja því að þakka fráfarandi stjórn sem voru Stefania Ólafsdóttir varaformaður, sem við unnum mjög vel saman í stefnumótuninni, Björn Lárus Örvar, Sandra Snæbjörnsdóttir, Kjartan Hansson, þau hurfu öll úr stjórninni, og svo var Anna Karlsdóttir, hún hélt líka áfram í stjórnin núna og við höldum verkinu áfram. En við vorum líka einhuga það að stefnumótun fyrir sjóð eins og Tækniþróunarsjóð ætti ekki bara að fara fram inn í stjórnarherberginu eða einhverju svona að bakvið lykt og dyr, heldur það sem mikilvægt væri einmitt að fara í samtal við hagaðila kringum sjóðinn. Þannig að haustið 2024 þá voru settum við af stað vinnustofur, það sem var rætt við styrkþega, það var rætt við umsækjendur og það var fagráðinn, og við töluðum líka við stuðningskerfi nýsköpunar meðal annars KLAK og annar aðila, töluðum líka við fjárfestingarumhverfið. Þessar nýsköpunarsjóðinni sem að fjárfesta en líka englafjárfesta. Og vegna þess að svona vinnustofur, þó öllum væri boðið, þá komast nú kannski bara fáir og þannig ekki allur hópurinn, og þá voru líka sendar út spurningakannanir til þess að fá svona helst skoðun á sjóðnum. Og svo var mjög mikilvægt að eiga líka samtöl við starfsfólk sjóðsins. Því að ekki gerum við neina breytingar nema að því að hlusta á starfsfólk sjóðsins, og þakka ég þeim kærlega fyrir því standið ykkur vel í stefnumótun og öllu sem þið gerir fyrir okkur. En það heldur ekki, við þurfum ekki bara að finna upp hjólið sem við erum á Íslandi, heldur vildum við líka horfa til erlendra fyrirmyndana, sérstaklega auðvitað Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna og Bandaríkjanna, hvað vel gert þar og hvað getum við tekið þar upp.
En stöldrum núna aðeins við og förum og kíkjum á hvernig núverandi nýsköpunarkeðja horfir við Tækniþróunarsjóð. Þetta svolítið svona basics glæra, verður að segjast, en þarna eru allir fasarnir sem fyrirtæki fær gegnum og skilgreiningar kringum það og svo eru þessir örvar, það eru styrktarflokkanir og svo er stuðningur hérna og þetta er svona á að gefa svona heildstæða mynd aðeins af hvernig hlutinir eru. Það sem við í stjórninni sáum var að sjáum við styrktarflokkana. Þeir voru svolítið, mér vantar svona aðeins á kross við hvern annan og þetta settum við mikla vinnu í það að skilgreina hvaða styrktarflokkar, hvar ef þú ert með hugmynd, ef þú ert með verkefni, ef þú ert með nýsköpunarfyrirtæki, hvar áttu að sækjum og þið fá að sjá það eins meira. En fyrir svo, við erum aðeins að reyna að muna þessa myndana sem þið sáuð. Hver var sýnin sem við höfum sett? Leiðarljósið okkar er að það hefur verið virðisaukenda fyrir frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtæki að sækja og fá styrk frá Tækniþróunarsjóði. Það sem við viljum gera er framtíðarsýnin að búi til alþjóðlega samkeppnishæft umhverfi nýsköpunar. Svo langaði okkur svolítið í nýtt nafn og ráðuneytið brást við því. Tækniþróunarsjóðsnafnið er alveg ágætt, en það er kannski svolítið svona afmarkandi og þannig að nýsköpunarsjóður er svolítið svona aðeins opnara. Því nýsköpun er meira heldur en bara skalanleg tæknifyrirtæki, þó þau séu mjög góð og eru raun og verið svona undirstaðan í þessu. Og hvaða áherslur bjöggum við til í þessu? Við viljum að það séu rétta vöru fyrir rétt fólk. Það er þetta sem við lögðum mikla áherslu á. Skilgreinu styrktarflokkana, hvar átt að sækja þegar þú ert á þessu stigi með fyrirtækið þitt, hugmyndina þína eða verkefnið þitt. Og stuðningsumhverfið, að það væri virt og að það, sem sagt, og það væri gert í samstarfi við grasrótina. Og það væri virðisaukandi, eins og ég sagði áðan, að sækja og vera partur af Tækniþróunarsjóði. Og nú kemur önnur mynd sem ég vil enn meira að gerast á. Þetta er svona heildarsýnin, framtíðarsýn í nýsköpunarkeðjunni eins og við sem eru kringu Tækniþróunar að horfa á þetta. Og ég mun fara í hvern og einn flokk betur þannig að þið þurfið svo sem ekki þetta. En þetta er að starfsviðið, megin starfsvið, er frá hugmynd til þróunarstigs fyrir fyrirtækin. Þar er mesta þörfin fyrir fjármagn og fyrir stuðning. Við viljum útskrifa, ef við kalla það rétt að segja það, fyrirtæki út í heiminn, frá Tækniþróunarsjóði. Rannsóknarstyrkir eru þannig að fyrstir, þessi hagnýttu rannsóknarstyrki, sem betur fer eru þau með. Það voru einhverjar hugmyndir að þau ættu að fara annað, en sem betur fer eru þau með. Svo er þetta frumstig, sem er svona núverandi fræ, frumþróunarstig, þetta er allt búið að vera íslenska allt, en þið sjáuð ensku heitin sem er oft svona kannski meira lýsandi. Þróunarstig, og svo er hérna vaxtastigið sem er tímabundið, og ég segi ykkur aðeins meira frá því. Núverandi styrktarflokkar, markastyrkinir, hér er svona til þess að sýna ykkur svona hvernig stuðningsumhverfið umsækjendur og styrkþega virka, og svo eru einkaleyfastyrkir, þeir eru svona þvert á alla styrktarflokka. Nú ætlum ég að fara aðeins betur í hvern og einn flokk. Þetta rétti styrki fyrir rétt fólk. Frumstigið, það, við höfum eftir að finna ný nafn á þetta, og þetta er ekki það eins og þetta á að heita, en þetta er sem sagt lýsing. Þetta er fyrir öll verkefni sem eru bara á frumstigi. Það er hugmynd að vöru. Fólk sér eitthvað vöndun eða það er laust á vandamáli. Þarna er bara áherslan, þú ert bara að skilgreina vöruna. Þú ert bara að byrja. Og byrjar á að gera markaðs- og samkeppnisgreiningu og gera kannski svona grunnviðskiptahallir. Einfalt og stutt svona ferli, þetta er núverandi fræ og þarna eru kannski bara hlutinu svo sem ég ágætis málum. Svo höldum við áfram og förum hérna á frumþróunarstig. Hér mun líka koma nýtt nafn. Hér erum við að horfa á nýsköpunarfyrirtæki sem eru á þessu frumþróunarstig og þurfa forstigs, fjármögnun og prísít. Hér er áherslan á að þið séu að þróa vöru, tækni eða frumgerð þannig hún virki, minimal viable product. Þetta snýst allt það á þessu stigi, er að það séu að finna það. Finna vörumarkaðshæfið, þetta er þýðing á product market fit, svona þróa hverjir er viðskiptavinur ykkar og eru það þróa viðskiptaáætlun. Hér viljum við hafa leiðarljós að umsóknarferlið sé einfalt.
Svo eru þau komin á þróunarstigið, hér kemur líka nýtt nafn á þetta, og hér eru nýsköpunarfyrirtækin á þróunarstigi og þurfa fræ fjármögnun, seed á ensku. Það er áframhaldandi áhersla á vöruþróunar. Það er alltaf verið að þróa vörunar þegar þið eru í nýsköpun. Það er eitthvað að gerast í því það sem þið er að gera. En hér ertu komin í það svona ferlið að þú ert að staðfesta, prófa með prófunu í drunn vörumarkaðshæfið og sýna fram á skalanleika vörunar. Sýna hvernig þú ætlar að gera þetta og ert að þróa markaðssetning og markaðsviðbrögð. Hér viljum við líka hafa einfaldleikan að leiðarljósi. Svo kemur næsti og það var vaxtastigið. Líka nýtt nafn. Og þetta ræddum við heilmikið í stjórn og með starfsfólkinni. Á Tækniþróunarsjóður heima hér að veita styrki til fyrirtækja sem eru komin svolítið áleiðis í þessu og þau eru farin að vaxa og þurfa eins og þessu kallum vaxtarverðin. Þau eru ennþá að þróa vöruna sína. En þau eru að fara að loka vörumarkaðshæfinu og það ætla að sanna skalanleika. Þau eru með fókus á sölu og vöxt. Lengri tíma markmiðið okkar er að hætta að veita styrki til þessa flokks. En það er ekki hægt að skilja fólk sem er á þessu stigi með fyrirtækin sín eða þannig verkefnin þannig bara eftir núna. Þannig að tímabundum byrjum við að halda áfram að veita styrki til þessa flokks. En við erum nú þegar byrjuð að skoða samstarf við Nýsköpunarsjóðinn Kríu að útfæra hugmyndir. Það getur verið lán, það getur verið einhvers konar styrki, það getur verið fjárfestingar, einhvers konar stuðning og þetta er meðal annars þessi partur sem við erum að hugsa það að geta útskrifað fyrirtæki áfram til Nýsköpunarsjóðs en líka annar aðila. Síðan erum við hérna komin á því sem er núverandi sprettur. Það eru fyrirtæki sem eru komin með fótfestu. Bara þau eru komin vel áleiðis á vaxtastiginu og eru að þróa viðskiptamódel og efla teymin sín og fókusun að tekja vöxt. Þetta ætlum við að hætta að veita styrki til. Þetta eru bara fyrirtæki sem eru orðin fjárfestingarhæf í mörgum tilfellum og eiga að geta spjarað sig sjálf og það er svo sem ekki verið mikil sókn í þessa styrki til Tækniþróunarsjóð þannig að það er til að hætta þessu. Við höldum áfram með hagnýtur rannsóknarverkefni eins og ég sagði, það eru áfram stöður og þetta eru styrkir sem venjur rannsókna sem eru að gerast innan háskóla, opinbera rannsóknarstofnana, opinbera fyrirtæki og veita þessu stund þessar rannsóknir inn í nýsköpunarheimur. Við viljum draga þau nefnilega inn til okkar, inn í nýsköpuna, þannig að þau séu ekki bara að gera rannsóknir, heldur kannski fara að huga að geti búið til eitthvað veru úr þessu eða eitthvað þjónustu eða þess háttar. Þess vegna teljum við að þetta sé mikilvægt að sé hér inni. Við höldum áfram að veita markaðsstyrkir. Þetta eru sérstaklega styrkir fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, þvert aðra styrkjaflokka eins og áður og það er skipting milli markaðsþróunar og sóknar. Við höldum áfram líka að veita einkaleyfastyrki. Þetta eru sérstaklega styrkir til undirbúnings og innlagningar og umsóknum einkaleyfi fyrir háskóla, stofnana, lítil og meðalstór fyrirtæki og einstaklinga. Mjög mikilvægt. Við viljum raun og veru efla kannski þennan, part af fyrirtæki og fólk bara með verkefni sín átti sig á mikilvægi þess að sækja um einkaleyfi ef það á við. Og þetta er þetta þvert á þær styrkjaflokki. Nú erum við búin að fara yfir styrkjaflokkana, nú ætlum við að fara í stuðningsumhverfið sem ætlar að umleggja ykkur öll sem þið fá styrk frá Tækniþróunar. Frumstigið, þar erum við að horfa þess það að við varum með fræðslu að leiðarljósi. Þetta er sérstaklega hópa sem kannski hafa aðeins farið, viljum við efla fræðslan sem hafa farið halloka í umsóknum hingað til. Við viljum virkja landsbyggðina gegnum landsbyggðarfélög til þess að veita fræðslu utan höfuðborgars. Líka partur af því að KLAK fer út á land og veitir fræðslu utan á landi. Við viljum bara leita þeirra leiða til sem hægt er. Við viljum líka huga að fleiri hópum. Það eru kvenkynsfrumkvöðlar og frumkvöðlar af erlendum uppruna. Þetta er kannski þá þáttur sem við höfum kannski ekki veitt nægja athygli er það að ég held að það sé þarna úti fullt af fólki sem eru með frábærar hugmyndir og þau kannski einmitt vantar innsýn inn í íslenskt atvinnulíf og styrkja umhverfistir og líka aðganga fjármagni. Þannig þarna held ég við getum, þarna er hægt að laka til að virkja þau. Þessu verkefni hefur svo sem verið alveg sýnt ágætlega af
af grasrótunum, Gullleiki og öðrum aðferðum. En við ætlum að huga því kannski þurfi að búa til einhver átök til þess að höfða til sérstakra hópa. Svo setjum við hérna frumþróunastig og þróunastig. Þar áherslun að þú ert í þátttöku í hraðli. Það auðvitað verið mikil og góð þáttaka frá þeim sem hafa fengið styrk að taka þátt í hraðlinu dafna og þetta hefur gengið vel. Og flest allir bara, ef ekki allir ánægðir með þetta. En við ætlum að huga því að þetta verði skilyrði. Þú þurfir að hafa sérstakar ástæður til þess að taka ekki þátt. Ef þú tekur við styrk, þá ertu að fara að taka þátt í hraðli. Við viljum líka búa til samfélag styrkþega. Það vísir að þessu í dafna nú þegar, þar sem ef þú tekur við styrk, þá ertu orðin hluti að samfélagi Tækniþróunarsjóðs, eða Nýsköpunarsjóðs eins og hann á að heita, og þú gefur af þér. Ef einhver annar frumkvöðull leitar til þín, þá þú til í að aðstoða. Fræðslan þetta áfram mikilvæg sérstaklega til á umsækjendastiginu. Þarna ætla ég aðeins að fá að segja ykkur frá að því við erum að finna ný nöfn. Það hugmynd sem ég var mjög hrifin af í kringum annarhvort þetta stig, það var gróðurhúsið. Og kannski verður það ofan á, kannski verður það ekki. En lýsandi var þetta að þegar þú fær styrk frá Tækniþróunarsjóði, þá kemur inn í gróðurhúsið og þar gott að vera til þess að vaxa og dafna. Vaxtastigið, þá erum við sem með fókus á samfélagsuppbygging og leiðarljósi. Ef þú ert að taka við vaxtastyrkinum, þá ætlar að vera partur og mynda sterkt samfélag fyrir styrkþega sem eru hjálpsamir og veita af sér. Líklega mikið af þessu. Við erum að huga því að þróa nýjan hraðal sem væri viðeigandi og virðisaukaandi fyrir þetta stig. Gera félögunum fjárfestingarhæf. Þetta geti verið mjög spennandi en það ekki bara tímabært að tala það, en þá að geta gert það. Virðisaukandi umgjörðin, þá erum við sérstaklega að huga umsóknarkerfinu. Þá erum við þar til skamstíma að huga því að einfalda það. Nú þegar búin að taka ykkur skref, til dæmis með það að Excel-skjalið góða ekki lengur skylda, heldur valkvætt. Fagráðunum finnst reyndar að þeim vanti að það ætti að vera svoleiðis, en þá þau vilja að það fá það með, en við bara teljum að þetta sé til bóta. Svo erum við að skoða frekari breytingar núverandi kerfi eða jafnvel nýtt kerfi, þar sem við værum að greina þarfir notenda og umsækjenda og þetta verkefni gríðarlega stórt og mjög stærra kannski heldur en ég gerði mig grein fyrir því að kerfið sem notað ekki bara kerfið sem umsækjendur sjá og fylla inn í sínar umsóknir. Það heilt auðvitað bara bakkerfi sem þarf að huga að því líka. Mér mun líklega ekki enda starfsaldur til innan þessa sjóðs til að sjá þessar breytingar, en ég vona samt og við höldum þessu áfram að einfalda og gera þetta betra. Við erum líka að skoða hvort við getum búið til aðstæður eða svæði þar sem umsækjendur gætu sett inn verkefni sín og fengi fyrsta mat á hvort það uppfyllir grundvallarskilyrði og hvaða styrktarflokkur þeirra. Gera þetta svona, þetta partur að þessu virðisaukandi, að ef þú ert að vinna umsókninni þinni, þá færðu eitthvað út úr því. Og hvað þá ef þú fær styrkt, þá verður það ennþá betra. Samandregið þessar áherslur, skýrari styrktarflokkar og áherslur á fyrstu stig nýsköpunar, meginstarfsemi frá hugmyndi þróunarstigs, við höldum vaxtastyrkjanum áfram, minnsta kosti tímabundið, minni á það, og ætlum að fara í samstarfi við Nýsköpunarsjóðinn Kríu, að nýsköpunum fjölbreytt, ekki öll fyrirtæki eru skalatæknifyrirtæki. Þarna erum við að vinna skilgreiningu á nýsköpun og þarna þurfum við líka að finna útfærslu fyrir fagráðin. Hvað það sem þau eiga að skoða í umsóknunum til þess að umsóknuna komist áfram? Og hagnýttir rannsóknarverkninga, einkaleyfi og markaðsstyrkja áfram minni. Einföldun umsókna með virðisaukandi umsóknarferli og einfalda kerfi sem nú þegar og lengri tíma að skoða önnur kerfi, auka stuðning með fræðslu og þátttöku í hraðlum og nýsköpunarsamfélagi. Eins og ég segi, með núverandi grasrótarstörf og samfélagi fyrir styrkþega, skoða hvernig við getum styrt ákveðna hópa og frumkvöðulega taka þátt í hraðli,
nú þegar á Döfnu og mögulega þróa nýjan tækjaraðal. Þannig að stefnumótunin er á að ljúka á næsta ári. Eins og ég segi, þetta hefur allt tekið svolítið lengri tíma en góðir hlutir gerast stundum hægt. En við ætlum að vinna á nýju ári að nýjum nöfnum og styrkjaflokkur og fara í svolítið svona breytta ímynd og ásýnd sjóðsins. Þannig að úthlutun á haust 26 verður úr þessu nýju styrkjaflokkum. Höldum áfram einfalda umsóknarkerfið og stuðningskerfið. Svo er ætlun að nýju lögin nýsköpunina taki gildi 1. september 2026. Þar að meðal annars fáum nýtt nafn, Nýsköpunarsjóður. Við viljum halda áfram þessu samtali og samráði við helstu hagaðila. Við höfum aðeins eftir að útfæra hvernig við gerum það, en það munum við gera núna í vetur. Við höfum fengið jákvæð viðbrögð frá Nýsköpunarsjóður samstarf á vaxtastiginu og svo að lokum, bara fyrir til þess að við séum nú að gera eitthvað, að þá eru styrkir að fara að hækka núna í vorúthlutun 2026. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Guðrún. Það eru svo sannarlega spennandi tímar framundan. Það eru boða breytt lög, það eru auka fjárveitingar og styrkirnar að hækka og svo þessi spennandi stefnumótun sem að Guðrún Inga var að fara yfir. Og ég vil þakka svona fyrir hönd starfsfólk Rannís og starfsfólk sem að vinna með sjóðinn kærlega fyrir samstarfi við þessa stjórn. Þetta er búið að vera mjög gefandi og svona gott samspil á milli stjórnar starfsmanna og samtals við hagaðila eins og ykkur. Eins og kom fram í kynningunni hjá Guðrúnu Ingu þá er fyrirhugað að halda áfram samstarfinu við KLAK og við skrifuðum nýverið undir áframhaldandi samning að mínu mati og okkar mati og mati stjórnar sjóðsins hefur þetta samstarf gengið vel og Guðrún Inga kom inn á það að þetta verði skylda í framtíðinni og til þess að segja okkur nánar og þá væntanlega eru hér einhverjir nýjir styrkþegar í salnum þannig að þeir fái svona nasaðinu að því hverju þeir eiga von á kominn hér Freyr Friðfinnsson sem er verkefnisstjóri hjá KLAK og hann ætlar að leiða okkur í allan sannleikanum Dafna. Gjörðu svo vel, Freyr. Já, komið sæl. Já, Freyr Friðfinnsson heiti ég og er hjá KLAK Icelandic Startups og ég hef verið að stýra þessum Dafna hraðalinn frá byrjun. En markmið Dafna er rauninni bara að auka árangur þeirra fyrirtækja sem hljóta styrk úr tækniþróunarsjóði. Þetta eru auðvitað alveg dágóða fjárhæðir sem þið sem eru að fá sprota og vöxt eru að fá og það er því bara hagur samfélagsins að það er gert sem mest úr þessum pening sem þið eru að fá og Dafna er til þess að hjálpa ykkur með það. Í rauninni þá þið sem eru að fá styrki, þið eru með sérþekkingu og skiljið mjög vel þetta vandamál sem þið eru að vinna og eru að reyna að leysa og eru nú að koma með fjármagn til að koma ykkur á stað. Þannig að þetta er í rauninni bara drauma fyrirtæki til þess að taka þátt í svona hraðali og við sjáum það mjög vel hjá okkur í KLAK að flottustu aðilarnir til að taka þátt í þessum hraðalum eru aðilar sem eru búin að vera að vinna lengi á hverjum geira og skilja vel vandamáli sem þeir eru að reyna að leysa. Þannig að við sjáum að þetta er alveg að skila sér sem margföldunar áhrif á styrkin og þess vegna alveg frábært að heyra að þetta verði krafa að fara í svona hraðal eða fara í Dafna. En þegar við byrjuðum þetta var fyrst keyrt bara fyrir styrkþega sprota í vorúthlutun Tækniþróunarsjóðs árið 2021 og þetta er búið að þróa mjög mikið síðan þá og við erum bara alltaf að ítra þetta. En það má segja að stærsta breytingin var 2023 þegar við byrjuðum með KLAK VFMS mentoraþjónustuna. Og þetta var bara algjör bylting, ekki bara fyrir Dafna heldur allt sem öll verkefni sem KLAK er að keyra og bara viljum við meina bara fyrir samfélagið. Þegar þetta er algjör bylting, en ég ætla að tala meira um mentoraþjónustuna eftir smá. Við erum að keyra þetta núna í 10. sinn núna í vor. Og þá í dag er þetta í boði fyrir alla styrkþega sprota og vaxtar og hingað til hafa verið 219 verkefni og 430 frumkvöðlar sem hafa tekið þátt. Og við erum alveg að sjá að aðilar sem eru að fá sprotastyrkin, þau eru ofta að koma aftur
eftir að þau fá vaxtarstyrkin og koma þau aftur í Dafna og þá einmitt fyrst og fremst fyrir þessa frábæru mentoraþjónustu. Fyrirkomulagið, ég ætla ekki að fara djúpt í þetta, en við erum að byrja þá 13. febrúar þar sem við erum að fá alla styrkþegana saman, þar sem að við útskýrum aðeins líka betur mentorafyrirkomulagið og en svo er þetta svona 2 daga vinnustofur einu sinni í mánuði. Ég ætla bara aðeins að tala um það að þetta mentoraprógram, því að kemst tilbaka í þessu, já. Við vinnustofurnar eru þarna einu sinni í mánuði og svo koma mentorafundir alltaf svona á milli. Þetta eru 90 mínútna hóp mentorafundir. Og eins og ég nefndi áðan, þá var þetta algjör bylting þegar við byrjuðum með þetta mentoraprógram og við kynntumst í hvernig MIT hafa verið að mentora sín sprotafyrirtæki alveg síðan aldamótin og hafa verið að þróa þetta prógram. Og svona stærsti munurinn á því sem við lærðum af þeim voru þessi svona hóp mentorafundir. Þannig að við erum núna búin að aðlaga þetta MIT WFMS kerfi að Íslandi og þetta kallast á KLAG WFMS og eru núna með 215 vottaða mentora sem allt saman reyndir frumkvöðlar, stjórnendur úr skráðum félögum og svona ýmsir sérfræðingar úr íslensku atvinnulífi. Og hvað ég meina með vottaðir mentorar, þá er það að allir þessir mentorar hafa setið vinnustofu með prófessorum frá MIT þar sem er verið að kenna þeim að vera góður mentor. Því að það er algjör list að vera góður mentor líka. Og þetta er orðið alveg með frábært samfélag af þessum mentorum og er alveg gaman að sjá að fullt af þessum flottu neglum úr atvinnulífinu stofna kannski ný fyrirtæki og hafa fengið styrk úr tækniþróunarsjóði og þau koma í Dafna-verkefnið til þess að læra líka og eru þá sitt hvort með við borðið. Og ég held að það hefði verið í fyrra þegar við vorum með, held ég, 6 mentora í prógraminu okkar. Þannig að þeir voru bæði að mentora önnur fyrirtæki og voru svo að taka við mentoraþjónustunni og sátu þessar vinnustofur. Kannski bara svo ég nefni eitt dæmi um það. Til dæmis hann Helgi Hjálmarsson sem stofnaði Völku, seldi það til Marel, fór beint í að stofna annað fyrirtæki, að sjálfsögðu, fékk styrk frá Tækniþróunarsjóði og hann kemur í Dafna-verkefnið og bara tók virkan þátt í öllum vinnustofunum og var að fá svona mentoraþjónustuna og hann fann alveg mikið virði í því. Þannig að ef þið svona teljið ykkur vera það reynslu mikið, þið þurfið ekki mentora, þá svona vil ég eiginlega bara segja að það er bara vitleysa. Það hafa allir mjög gott að fá mentorahóp og þó það sé ekki nema bara að fá sjónarmið frá öðrum. Og þetta er frítt, þetta er ótrúlega reynslumikið fólk, þannig að þetta er bara þvílíkt tækifæri að koma í það. Svo endar Dafna alltaf á svona lokadegi, þar sem við fáum þá fyrirtækin til þess að svona pitcha fyrir þá fjárfestum, fyrir Rannís, stjórn Tækniþróunarsjóðs og þetta er svona uppskeruhátíð sem myndi þá vera fyrir ykkur í ágúst á næsta ári. Það sem væri svona verið að kynna það sem þið eru að gera, en líka bara hvað hefur gerst á þessum undanförnum 6 mánuðum síðan þið fengu styrkinn. Þetta er bara nokkuð dæmi fyrirtæki sem hafa farið í gegnum þetta og nokkuð svona kvót frá aðilum sem hafa farið í gegnum þetta. Ef ég les kannski 2 upp bara það besta við að fá Rannís styrkinn var að fá einnig aðgang að Dafna og fræðslunni sem fylgdi. Algjörlega ómetanlegur aðall. Og önnur fyrir okkur hefur Dafna verið jafn mikilvægur þáttur og sjálfur sprotastyrkurinn. Þarna kynntumst við frábæru fólki, fengum heimsklassa leiðsögn, verkfæri og þekkingu sem sett okkur strax í upphafi í sterkari stöðu til framtíðar. Og önnur kvót en ég þurfti að bæta við einu kvóti sem er þetta að Dafna er mesta framför í íslenska sprotahumhverfinu síðan endurgreiðsla þróunarkostnaðar kom til. Þetta margfaldar líkur á árangri, hraðar vegferðinni og minnkar líkur á því að illa færi. Kveðja reyndur frumkvöðull og stjórnandi KLAG WFMS, hann er kannski smá bæjast, en hann stendur alveg harður á þessu og ég get alveg búist við því að ef þið skráðu ykkur ekki í Dafna að þá munið fá síntal frá honum þar sem hann mun búast við að fá mjög góð rök frá ykkur það af hverju þið teljið ykkur ekki vera fyrir þessu að halda. Þannig að, bara fyrir ykkur sem er að fá styrki núna, þá eru næstu skref að fylla út þátttökuskjal sem við sendum á okkur í gær og þar getið líka bókað tíma bara í svona viðtal til að kynnast þessu aðeins betur með okkur. Það var svona Calendly hlekkur í póstinum.
En það mikilvægt að þið fyllið þetta þátttökuskjal fyrir 15. janúar svo að við höfum tíma til þess að setja saman sem besta mentorahóp fyrir öll teymin. Og svo það bara að mæta í Sykursalinn í Grósku á 13. febrúar klukkan 1. Þannig að ég bara vonandi sé ykkur styrkþegana þar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Freyr. Ég get alveg tekið undir með Magnúsi stjórnanda KLAG VFMS að þetta mikil framför og þess vegna var stjórnin einhuga í þeirri ákvörðun að halda þessu samstarfi áfram. Það líka áhugavert að sjá að það búið að byggja þarna upp samfélag sem að Guðrún Inga var að tala Það eru 215, ég veist ekki var orðnir svona margir, sem eru tilbúnir að koma þarna og gefa af sér. Bara við vissum það ekki, sko, þeir fá ekkert borgað fyrir þetta, þeir fá að tilheyra þessu samfélagi og þeir gera þetta vegna þess að þeir njóta þess, þeir fá eitthvað út úr því að mæta þarna og taka þátt í spennandi nýsköpunarstarfi og þeir fá að gefa af sér. But now we will switch to English because as the chairman of the board said, we also need to look to Europe. We need to look to other countries, how they are doing things. And the Director General from the Ministry also spoke about we have to find our way in a new program reality from 2028 onwards. And we have a good guest with us here today, Eva Langslett. She is Director of Innovation Projects at Innovation Norge, and she will share with us how Norway has supported capacity development of innovative small and medium-sized companies in Norway. Please, Eva. Thank you, and thank you for inviting Innovation Norway to this event. Congratulations to all the beneficiaries. It's a great pleasure to be here. Apologies for looking a bit scruffy. I couldn't resist the Icelandic wool, so I now look like a sheep myself with wool all over, but it will soon be dark anyway. It's always a pleasure to exchange thoughts on how Iceland and Norway, as small EEA countries on the outskirts of Europe, how we can make meaningful contributions to European research and innovation. And I will, as announced, share a little bit about how we work with EU programs. But first, I will give you a quick introduction to Innovation Norway. Tell us a little bit more about what we do, who we are, and why we do the things we do. So, I've had some interesting discussions with my colleagues at Rannís earlier today. And I've learned that Innovation Norway can be compared to, we are Business Finland. No, sorry, not Finland, Business Iceland. We are Visit Iceland. We are the innovation leg of Rannís. And we're also a bank. We have offices in 23 countries and all over Norway. So we are a very spread out organization. And what we do is we help businesses. We help them to grow, to adapt, to innovate. Because we see that, yes, often they come to us, they have a strong idea, but they can benefit from access to funding, from business development competence, network building activities, and that's where we try to make a difference. We are owned almost 50-50 by the Norwegian government, the Ministry of Trade, Fisheries and Industry, and the county municipalities. And we are their instrument. We are an instrument to realize value-creating business development all over Norway. And to achieve this, we believe that we need more successful entrepreneurs. We need to help businesses scale, and we need more innovative business communities. So
that's the context for our for what we do. And what we do is we offer competence programs. We have capital, both in form of grants, loans, guarantees, and we have quite a big part of our work is supporting industry clusters, supporting business networks. We host international business delegations, and we secure companies' access to test facilities. I will say a bit more about both the competence part and the capital part. So when it comes to capital, we support the businesses all through their growth period. My Icelandic isn't that good, but I think I saw a slide that was a bit similar in Icelandic earlier today. We provide, for the startup phase, we provide grants and loans. A bit further down the road, it's mainly loans. And then, of course, also sometimes even successful businesses need to restructure, they need to do things a new way, and then maybe we can help with grants again. As in Iceland, our funding schemes, they are very generic. They're open, quite open, and only to a small degree do we target very specific sectors with calls. Yeah, and what do we do with competence? Well, we try to help. We know the businesses are very competent themselves, but sometimes it's good to have some extra eyes helping with identifying the market developments, policy trends. We help them with their international growth strategy. That includes investment strategy, getting investor ready. We help them with international trade and export rules. We have expert advisory set up on that because that is a big burden for many SMEs. We create networks with customers and partners. We help them secure financing from EU programs. I will say more about that very soon. And we also help them to gain visibility abroad. We do that through Enterprise Europe Network, which we are also part of, together with Rannis, through advisory, to matchmaking, and other measures. Yes, okay, so moving on to the world of three-letter abbreviations. That means the EU. Because, as was mentioned, we are heading towards a new framework period, and with that comes new opportunities, but also some challenges. So, to give you a bit of context, and the context is rather dark, I must say. European innovation is lagging behind US and China. We see a world where long-established business models are being challenged and where key economic dependencies are turning into geopolitical vulnerabilities. And last year, Mario Draghi, he pinpointed some of these challenges. And by my bureaucratic standards, he used very strong words, I must say. He was clear. He said, Europe faces an existential choice. We can invest. We can invest massively in technology, innovation, and green transition, or the alternative is to accept a slow decline in the shadow of the US and China. I think for a bureaucrat, that's pretty strong language. And the EU listened,
and they responded. And they did that in the form of a budget. Because the EU has a multi-financial framework, a 7-year budget, and that is, in reality, their most important tool to set out the strategic agenda, to develop a policy and priorities. And we see very clearly here, for those of us nerdy enough to compare EU budgets from one framework period to another, we see a very strong increase in the funding spent on competitiveness, prosperity, and resilience. To us, that means that the message from Draghi, it was heard, it was acted upon, and the EU has set out various measures to increase the European competitiveness. One of the novelties is the European Competitiveness Fund, which combines what some of you may know as separate programs in this program period. So they bundle together the digital program, the European Defence Fund, Invest EU, under one common structure. And the aim, the purpose of doing that is, of course, to streamline, simplify, and increase impact. And we see also very clearly that resilience, security, defense is the clear budget winner in this budget. Yes, digital leadership is strong. I'm not canceling the Green Deal, but we must admit that we see a significant turn towards both less budget towards the green transition, and also that the budget located for the green transition is mainly more directed at, it balances out competitiveness and the green more than the previous budget did. Okay, so why does it matter to us? Preparations for the new framework period are well ahead. For the EU countries, it's a package deal. They'll be part of it. For Iceland and Norway, it's different. We need to decide whether we will be a part of these new things that are coming, how we will adopt. And that's quite challenging discussions in Norway, and I would assume also here in Iceland. But we do have a good return on investment on participating in EU programs in Norway. Yes, it is expensive to be a part of this, but we do bring back more money than we put into it. Like, for example, this maritime clean tech industry cluster, which has brought home, and if my conversion is correct, more than 19 billion Icelandic crowns over the last couple of years through coordinating, participating in various projects. We have many other examples like this, but I also want to stress that even though, yes, we are concerned about the return on direct investment, we see that the real value in taking part in EU projects isn't the project funding itself. The biggest value is access to top global expertise, access to global networks, business acceleration services, and of course, access to market. Participating in an EU project can be a very effective door opener. And not only in Europe, but also Canada,
South Korea, other countries that are associated to Horizon Europe. So Innovation Norway, our organization, is therefore strong and in favor of full association for Norway to the Competitiveness Fund and the Next Horizon Europe. We believe it is a good proposal. We think that it fits Norwegian needs quite well, but we do also realize that there are some challenges here. I would assume maybe you see some of the same challenges. We see that there is an increased demand for national co-funding, and that's both on instrument level and on specific calls. And that is challenging for Norway. That will probably be challenging for you as well, because it doesn't harmonize with your budget process, for instance. We see increased expectations for synergies between national instruments and EU instruments. I had some interesting discussions earlier today about, well, you and we both have quite open funding schemes. How will that fit into these 4 priority or policy windows that are set out? Would we need to adjust our national funding mechanisms in order to be better aligned with EU funding instruments? We see that the EU, they want more, or the Commission, it should be mentioned, the European Commission, they want more flexibility between programs and policy windows than they've had. Yes, it's not hard to understand why they want that, and from an EU perspective, it makes sense. But of course, for Iceland, for Norway, if we are part of some of the programs, but not all of it, that may pose some challenges. We also see, and I must say increasingly, calls where we see that we have a different interpretation of the EEA agreement than the EU, and where we are excluded. We are worried about some Choose Europe clauses, whether we will be on the inside of that or not. Luckily, we work very closely together, and we have some very active, I must say, EEA lawyers trying to secure full access for both Icelandic and Norwegian companies. But these are things that Iceland and Norway has to deal with, maybe more than other EU countries. Okay, so wrapping up, our priorities going forward. Because despite some challenges, we do still believe it's a good thing. We are working towards the new program period. What we do to prepare and what we have in our own strategy as well is that we will build a bridge from the national funding mechanisms to EU funding. That means that we will probably do some adjustments to our national funding schemes. We see that Norway, along the lines of the EU also, we need to increase commercialization from research, deep tech innovations. That is challenging. I'll be honest with you. We don't know exactly how we will do that yet, but we see that it is important for us to focus on that. And another thing that I have had some interesting discussions about earlier today, we see that quite a few businesses, yes, they have great ideas, they have great teams, and when they want to go and get investments from either from public or private partners,
they may have a messy cap table, or they may have other things in their history that makes them not so investment ready as we would hope for them to be. So we need to get in, we need to get in touch with them on a much earlier stage to talk about investments than what we have done. Okay. And that is, why are we doing this? Well, because we believe, like the picture says, that the future is Europe. And in these geopolitical challenging times, we need more cross-country collaborations, not less. So that was me. That was what I had to say. And I'm very looking forward to discussions later on today. Yeah. Thank you very much, Eva. Yes, on discussions, we will have a reception afterwards, and please feel free to approach Eva. And I want to pick up on one point that you said. Access is important. And that resonates also with the presentation that Freyr had here earlier, quoting a participant in Daphne, who said it was equally important to get access to the expertise as it was to get the funding from the Technology Development Fund. So thank you very much, Eva. Eins og Eva kom inn á, þá standa íslensk og norsk stjórnvöld frammi fyrir ákvörðun þátttöku í næsta tímabili. Og af hverju komum við með þetta inn á þennan fund? Jú, hugsunin svo að vonandi verða einhver ykkar sem eru hér í dag, eru að hefja vegferð með styrki úr tækniþróunarsjóði, tilbúin til þess að fara í meistaradeildina, til þess að skoða tækifærin sem að verða í nýrri áætlun. Hún verður stærri heldur en svo síðari, hún verður flóknari. Þetta verður ekki einföld ákvörðun fyrir íslensk stjórnvöld, vegna þess að það komið auki flækjustig þarna og það eru meiri tengingar á milli, eins og Eva kom inn á fjármögnunar heima fyrir og þess sem verið að bjóða upp á vegum Evrópusambandsins, en ég alveg viss það að við finnum leið og við munum halda áfram í einhverju formi þátttöku okkar vegna þess að okkur hefur gengið mjög vel í evrópsku samstarfi. Íslenskt vísinda- og nýsköpunarsamfélag hefur verið mjög duglegt að sækja og hefur nýtt þessi tækifæri vel og ég vona að svo verði áfram og mér langar bara að minna á það að Rannís hefur það hlutverk að hjálpa ykkur að rata í gegnum þann frumskóg sem að evrópska samstarfsáætlanir geta stundum sýnt. Eins og Innovation Norge, þá sér Rannís líka Europe Enterprise Network sem hefur sérstaklega það hlutverk að vinna með fyrirtækjum að skoða sín tækifæri. Þannig ég vil hvetja ykkur, þegar þið eru búin með Daphne og búin með verkefnið ykkar að koma í heimsókn til Rannís og skoða með okkur tækifærin sem eru út í Evrópu. Ég hef sömu trú á Evrópu eins og mátti sjá á glærunni hjá henni Evu. Ég held ekki að hnignunaraskeið Evrópu sé alveg hafið. Það önnur saga. Nú komið það kannski svona skemmtilegasta hlutanum, þó að mér hefur nú fótt sérstaklega umræðan stefnumótun mjög skemmtileg, en að kynna úthlutunina og fagna með þeim verkefnum sem nú eru að fara af stað. Og þá ætla ég að bjóða Guðrúnu Ingu stjórnarformann Tækniþróunarsjóðs að koma hér aftur og gera grein fyrir þeim ákvörðunum sem að stjórnin tók. Gjörðu svo vel, Guðrún. Já, það vandasamt verk að úthluta styrkjum til allara þeirra fjölda verkefna sem sækja Því það mun fleiri sem sækja heldur geta fengið styrk. Því miður höfum við ekki ótakmark með fjármagn. En við höfum núna að ráða rétt yfir 1,3 miljard sem við úthlutum. En hér sjáum við fjölda umsókna og nokkur ár aftur í tíman og þær hafa jafnt og þétt, þær hafa verið hann í kringum 250, faraðan upp í 300 og svo aðeins aftur og nú var bara 376 umsóknir
og þetta hér fræ ekki talin með og það hækkar auðvitað upp í 474 ef fræumsóknirnar eru taldar með. Það var metfjöldi í sprota, 203 umsóknir og raun og veru held ég það var líka hátt í vexti 97 umsóknir. En eins og ég sagði, að þá geta ekki allir fengið styrk. Fagráðið okkar sem stendur saman á fjölda fólks, þau hafa mikið verk að vinna að fara yfir allar umsóknirnar og gefa einkunnir og umsagnir öll þessu verkefni og svo kemur að stjórninni að leggja línur hverju fá styrk. Og þessu sinni veittum við 26 verkefni styrk í sprota sem 13% árangurshlutfall sem aðeins lægra heldur en verið það meðal annars, það skýrist nú að því að það var svona mittfjöldi. Það voru 15 verkefni sem fengu vaxtastyrk, það 15% árangurshlutfall. Það voru markaðsverkefni voru 10, 13% og þarna eru þróunarfræ 21 verkefni, 21% samtals að meðaltali 15%. Það eru enn svo að kalkins frumkvöðlar eru nú í meirihluta sem sækjum, 70%. En það nú svona, þetta aðeins að konurnar eru aðeins að sækja sér veðri og 30% og það sem veitt voru 73% karla og 27%. Þetta svona, það svona innan skekkjumartiga, en það það sem ég var að tala við áðan, það sem við viljum sjá eru fleiri umsóknir frá kvenkynsfrumkvöðlum. Við viljum þetta sjá karlkynsfrumkvöðlan líka, en við viljum sjá fleiri umsóknir frá kvenkynsfrumkvöðlum. Já, þannig að þetta eru svona hlutin og nú byrjar myndband sem fer yfir alla þá sem hafa fengið styrk núna. Já, þetta rennur bara hér. Ég ætla að biðja ykkur að gefa gott klapp sem fengu styrk núna. Innilega til hamingju og þetta bara, vegferðin að byrja eða halda áfram og tekur við bara vonandi allt spennandi og skemmtilega hluti. Svo þegar þessi myndbönd eru búin að renna þá ætla ég að biðja styrkþegana að koma hérna niður. Okkur langar að fá mynd af ykkur. Og hér eru svo, ætlum við líka að renna yfir þegar þetta núna haustúthlutun 25. Ætlum við að renna yfir haustúthlutun, vor 24 og haust 20, vor 25 og haust 24. Af því við héldum ekki sérfundi fyrir það, en bara sjáum nöfnin á þessum félögum, renna hér yfir. Ef við ekki klára myndböndin held ég, svo, ok.
þetta búið? Á að gera meira? Einu viðbót? Hver veit? Nei, þetta er búið. Herri, þá byrði ég ykkur bara styrkt þið að koma hér í myndatöku. Takk fyrir og svo bara þið hér getið farið og gætt ykkur á veitingum. Og svo komum þau væntanlega hérna fram á eftir líka. Takk kærlega fyrir daginn og til hamingju aftur.